Við vorum að velta fyrir okkur hvað við ættum að gera næst í þessari ævintýramennsku okkar. Búnir að vera að ferðast heiminn að taka þátt í ýmsum keppnum. Þá fórum við náttúrulega ígrunda það hverju við verðum að leita langt yfir skammt. Því að allar aðstæður á Íslandi eru náttúrulega alveg brilljant fyrir svona ævintýrakeppnir. Og þar með kveiknaði þessi hugmynd að búa til hjólakeppni sem eru hjólað hringinn í kringum Ísland. Þó þetta hljómi náttúrulega stórkostlega galið, þá er þetta samt sem já, það er alltaf eitthvað. Við verðum að taka þetta. Það sem við erum að skipuleggja er fyrsta boðsveitarkeppnin sem fer allan hringinn í kringum landið. Við erum að leggja stað frá Reykjavík, fara norður fyrir og enda aftur í Reykjavík. Og við reiknum með að þetta taki svona 2 til 3 sólarhringa fyrir hvert lið. Þetta eru 1332 km. All right, thanks. Okay. Þannig að já, þó þetta hljómi náttúrulega stórkostlega galið að ætla að fara að hjóla hringinn í kringum landið, þá er þetta samt sem áður ekki nema 1332 km sem þýðir að ef það eru 4 saman í liði þá er þetta ca. 350 km á mann og ef það er að hjóla þetta á kannski meðalhraða 35 km þá þýðir það að þetta er svona ca. 10 klukkustundir per haus. Það er ekkert ólíklegt að svona bestu liðin verða að klára þetta á ca. 40 klukkustundum. Við erum mjög breiður hópur keppenda. Það eru bæði svona eiginlega hálfgerðir fagidjótar, það er að segja hjólreiðamenn sem eru að keppa allt sumarið og í rauninni eru að æfa allt árið kring. Það eru 2 kvennalið. Alveg færa aldrei út á mótana, það er bara heim. Það eru nú allar alveg gríðarlega harðar. Það eru lögreglumenn í keppninni. Það er enginn okkar sérstaklega vanur hjólamaður sko. Þannig að það er má segja frekar svona nýgræðingar í þessu. Svo eru töluvert af þríþrautarfólki, svona eins og ég, sem eru bara svona guttla í hjólreiðum með og hafa gaman að hjóla. En við vonumst til þess með árunum að fjölgi bara í rauninni fjölskyldum og vinnustöðum og svona fólki sem hefur bara gaman að því að taka þetta sem áskorun, að hjóla hringinn og skemmti sér við það. Við ákváðum nú bara að fyrir allt þetta umstang það væri eins gott að láta eitthvað gott að sér leiða og Barnaheill var verkefni sem varð fyrir valinu. Við viljum að þessi viðburður verði alþjóðlegu viðburður, við fáum lið erlendis frá og Barnaheill eru alþjóðleg samtök undir nafninu Save the Children. Ég skal lofa ykkur því að þá töluvert þetta ekki með eftir að springja. Ég myndi vera mjög vonsvikinn ef við næðum ekki svona, hvað maður segja, 8 til 10 sprungnum dekkjum í hverju liði.